Komið þið sæl, því sem horfið á. Við erum að halda af stað með enn eitt þáttinn sem við höfum verið svo dugleg við að gera, núna í ára raðir. Og nú ætlar einn enn að bætast við, sem við vonum og vitum og viljum að gera í svipað gagn og allir hinir hafa gert á undan. Það er nokkuð örugg trygging fyrir að svo sé, því að Guð fer ekkert í manngreinar álit. Hann stendur við það sem hann hefur sagt og hann hefur sagst að hann muni vernda okkur. Er það ekki hluti af verndinni í Jesú nafni að fræða fólkið orð Guðs og leiða því veg Drottins nákvæmlega og nákvæmlega það sem við viljum sjálf að gert sé. Þannig að við erum ekkert að baki dottinn. Það er engin uppgjöf í okkar hjarta. Við segjumst vera sigurvegarar og við erum það. Í raun og veru, með öðrum orðum, við gengnir inn í sigur Jesú Krist og hann er ekkert að taka hann tilbaka. Þannig að hann hefur sagt og hann talar vernd. Ég segi algjöra vernd. Þannig er nú svo Jesús sem að ég hef fylgt á 4. áratug og mæri hann og gert marga svona þætti þar sem ég er raun og veru að tala sömu ræðuna og ég talaði til að byrja með. Hún er hvatning til sjálfra mín auðvitað fyrst og fremst, því að þetta er köllun mín að gera þetta, það myndu það. Þannig að ég fæ fullt af blessun fyrir þetta verk og hún er líka fyrir þig sem ert þiggjandi. Kannski ertu nýkominn til trúar og þá er líka gott fyrir þig að vita að þú ert þiggjandi og átt að þiggja. Þú byrjar á að byggja upp þína trú með því að vera þessi þiggjandi, hlusta á ræðu reyndari manna og kvenna sem sjálf hafa byggst upp í Guðs orði og svo verið kölluð til að kenna orðið. Þannig að þetta heldur áfram. Nýliðinn, ungur í trúnni, hann er að byggjast upp. Eldri í trúnni af ræðunni styrkist og styrkir það sem að fyrir í trúnni og svo bætist eftir hverja ræðu eitthvað eilítið við sem að viðkomandi hefur þá styrkt sína trú af. Og það er málið. Hver dagur sem við fáum að vakna inn í á raunverulega að vera dagurinn sem styrkti trúna okkar. Gerir hann það? Hjá mörgum gerir hann það, já. Kannski ekki öllum. En hjá mörgum eru þau mál í þessum farvegi. Þannig að við sjáum að við getum alltaf verið að bæta á þessa könnu. En þar eru sumir duglegri öðrum að vinna verkin. En allir auðvitað hafa sama möguleika á að vinna þessi verk. Það er svo merkilegt og magnað í Jesú nafni hversu mjög við höfum sama rétt á því sem er Guðs. Þetta er bara Guðs barnagjöf og Jesú yfir og nærir, hlúir að, verndar og varðveitir. Veistu af hverju? Af því hann hefur sagt það. Það er nú málið að Jesús segir þetta og orðin hans eru óafturtakanleg, þau bara gilda. Þannig við sjáum að aðili sem veit þetta, við sjáum hversu mjög hann hefur vandað sig við að segja það sem hann segir. Af því það verður ekkert aftur tekið sem hann segir.
Þarna getum við lært alveg gríðarlega merkilega lexíur. Við segjum hellinga hlutum sem við ýmist stöndum ekki við eða ætlum ekkert endilega að standa við. Við segjum þetta og við segjum hitt að við erum að svona búa okkur í haginn. Ætlum að standa við það, það bara kemur í ljós. Sumir segja einhvað, komast þér fyrir og svo standa þér ekki við neitt af því sem þeir voru búin að gefa fyrirheit um. Þetta er maðurinn. Svona verkslag getur lifandi Guð ekki leyft sér. Af því að hann er einstaklingurinn sem talaði og þó stóð hann þar. Við sjáum að hann hefur þurft að vanda sig alveg gríðarlega við orðin sín vegna þessara staðreinda að þau standa. En það er nú aldeilis ekki svo í þessum ágæta heimi. Við þekkjum það alveg. Og svo er nú komið, og búið að vera reyndar lengi, að það var hægt að treysta einu einasta orði sem menn er að segja. Þetta er þetta áfælli stómur. En þetta er svo heimur sem við lifum við í dag. Af hverju? Það liggur alveg fyrir. Sannleikurinn er ekki hátt upp hafinn. Og við mærum lýgina, göngum út á lýgina, að við erum að bjarga okkur fyrir horn með henni. En fyrir næsta horn, þá mætir hún okkur aftur. Því hún fer ekki nei. Og krefur okkur jafnvel skýringar á því sem við sagðum. Og við erum meistarar í að láta okkur vefjast tunga um tann, því við vitum að þetta sem við sagðum var ekki satt. Við veistu það alltaf, eða reiknuðu svona fastlega með því að við myndum hvort þið ekki standa við þetta. Samviska, aldeilis ekki, vegna þess að við erum að verja okkur með þessum hætti. Við erum að verja okkur og koma okkur á þann stað með þessum hætti að við höfum margoft reynt það. En svo segjum við, það kemur bara ljós hvernig þetta gengur. Ef við horfum hérðan á drottin, þá sjáum við að hann getur alls ekki leyft sér neitt svona. Bara aldeilis ekki. Það sem hann segir stendur og við vitum að það stendur þar sem hann talaði. Við sjáum enn og aftur himinn og haf milli mín og drottins. Og þú segir þetta með mér, milli mín og drottins. En við trúum að hann, við beygjum okkur fyrir afli hans. Svo reisir hann okkur upp og fyrir að kenna okkur hvernig hann gerði þetta, að því hann vill að við lærum af því og gerum eins. Og við getum byrjað á einhverju byrjun. Hún gæti til að mynda verið að standa við það sem við segjum. Segja ekki meira í dagsins önn en við getum staðið við með sæmd. Og þetta gerir okkur að vandvirkunum sagnamönnum, ef svo má segja, alveg svo drottin var. Ef við gerum þetta, ef við leitustum eftir þessum aðferðum, þá erum við að fara í fótspor Jesú, sem vandaði sig, að því hann vissi að orðin hans stæðu eftir, ekki bara í dag og morgun, heldur alla eilíð, og ekkert minna heldur það. Þetta er það sem Biblían kennir. Þetta er það sem að fyrirmyndin mín gerði og gerir enn. Hann talaði og ég má vera 100% viss það að það sem hann talaði, það bara gildir. Lög. Það líður allar sá dagur að við Íslendingar og allur heimurinn, við erum ekki einir það, séum ekki eitthvað að hrófla og vinna í lögum. Laga til lög,
setja ný lög, afnema lög og svo framvegis. Okkur. Af því að sumt fór ekki alveg eins og stafurinn á bókinni. Þetta átti að virka öðru sig, en svo kom tíminn, hann sagði bara allt annað. Og við lagfærðum það sem við erum búin að gera og þetta er mjög vel þekkt. Og það auðvitað betra að lagfæra heldur en að láta galla standa galla en lagfæringin. Hvernig verður hún? Þetta er hve mörg ár gæti gerst að við þyrftum að fara að hrófla aftur við henni. Ég veit það ekki, en það eru svona 99% líkur á að það verði gert á einhverjum tímapunkti. Enn og aftur drögum við hring utan orðin, ég er ekki Guð, ég er bara maður. Get ég leitt mér þetta? Auðvitað get ég ekki leitt mér þetta stramt til tekið. En ég sé ekki lengur ég sé ekki lengra en nefn mitt nær. Jú, það er þannig, já. Þannig bara er það. Þegar Guð talaði, Jesú talaði, þá horfði hann á allan heiminn til eilíðarnóns. Orð mín, segir hann, þau verða að gilda alla tíð. Hann lagði sig fram að segja rétta hluti á réttum stað. Og við erum í dag, 2000 ára síðar, að tala þessi orð hans og við segjum þetta er sannleikur. Góðan daginn, kæru vinir. Og við erum mætt til leiks og alvöru auðvitað. Guðs orðið er grafalvarlegt mál eins og þú veist. En umfram allt er það nú afskaplega skemmtilegt. Og margt skemmtilegt hefur maður nú gert dagana og svopið svo sem ýmsa fjöruna. En ef ég á að toppa líf mitt með einhverjum, þá er það Guðs orð og að fengið að ganga með Jesú í alla þessa áratugi. Og ég er ekkert að veiklast og vonandi þú ekki heldur því að á hverju ættu það að veiklast. Getur við orðið þreytt á Jesú? Getur verið að við getum orðið svona þreytt á lífinu sumir? En þú verður aldrei þreyttur og þreytt á Jesús. Það er að segja ef þú þekkir hann, ef þú kynnst honum, þá getur þú aldrei orðið þreyttur og þreytt á honum að því hann er hluti af þér. Ég held að sé nú eiginlega ekki takt að verða leiður á sjálfum sér. Ég sé nú ekki það gerast alveg í svipinn. Það getur vel verið að einhverju segja það. En það var náttúrulega hins að geta að mér segja svo margt. Þeir segja þetta og þeir segja hitt, gera þetta og gera hitt, en svo kannski meiningin allt önnur. En þannig er nú ekki með drottinn, hann einhvern veginn sér svo og býr svo hnúta að við erum alltaf sátt við hann, það er svo merkilegt og við getum með þetta orðið pirruð, sumir verða pirraðir yfir öllu og akkur ekki þá Jesú líka, en það held ég sé nú ekki réttur pirringur ef þetta væri að tala um réttan pirring og rangan pirring. Pirringur er náttúrulega eitthvað neikvætt sem við ættum ekki að leyfa okkur. Það held ég sé nú svona rétta afstæðan til orðsins pirringur. Jesús sem sagt, hann er aðeirinn sem byggir okkur upp. Og við erum svo ólík Jesú. Við til að mynda segjum svo margt. Stundu segjum við eitt og annað af hreinni og tærri lygi. Við segjum það að þegar við erum að reyna að smoka okkur á ákveðna staði. Þá lofum við öllu fögru, svo þegar við erum komnir, þá bara gerum við það sem okkur dettur í hug. Svo eftir ákveðin tíma, þá stendur ekki steinn yfir steini
af því sem við sögðustum ætla að gera. Svona er ekki Guð. Svona getur Guð ekki leyft sér. Hann getur ekki leyft sér neitt nema standa við það sem hann hefur sagt. Orðin hans, þau bara meitlast í steinin. Þar sem veðrunin nær ekki að útmá, afmá orðin. Svo greypt eru þau. Þannig að við sjáum að það hefur ekki verið neitt lítið sem Drottinn hefur þurft að vanda sig við það sem hann segir. Og hann vandar sig. Og við vitum sem þekkjum hann að hann vandar sig. En erum við alltaf að vanda okkur? Oft erum við auðvitað að vanda okkur. En við erum ekkert alltaf neitt sérstaklega að vanda okkur. Af því við erum ekki Guð. Og enn og aftur birtist himinn og haf á milli mín og Drottins. Að svo mörgu leyti og að líklega öllu leyti. Ég átti trú og Drottinn hefur daglega fengið að byggja þennan einstakling upp, bæti utan á hann trú og þekkingu og trú og svona hann gengur æ oftar fram í trú. En allt sem hann segir, því miður hefur ekki alltaf staðist. En þar hefur orðið gríðarleg framför á, af því að markmiðið er að segja það sem maður getur staðið við og segja ekki það sem maður getur ekki staðið við, né ætlar að standa við. Þá er líka miklu betra að þegja. En svona er þetta bara aldeilis ekki í dag. Menn nota röng orð á röngum stað, ljúga hér og þar vegna þess að þeir eru að nota orðin sín til þess að komast. Mér langar til þess að vera þarna, eða mér langar til þess að vera þarna og mér langar til að fá þetta. Og þá segi ég bara það sem ég tel að áhorfandi minn vilji heyra. Og svo fæ ég og þá kemur bara gamla settið og því er stillt upp. Og svo eftir einhvern tíma þá er þetta allt orðið eins og það hefur alltaf verið. Jafnvel tóma liga fram og tilbaka. Svona getur Drottinn ekki leyft sér að tala. Það sem þarf að standa, þarf að byggja á sannleika frá A til Ö. Og hvaða hvatning er þetta til mín? Lifum í sannleika. Það er hvatningin. Verum í sannleika. Elskum og hlúum að sannleika. Og veistu af hverju? Hann er sannleikur. Þess vegna hlúum við að sannleika. Já, þetta er merkilegt þegar við förum að hugsa til þess að Drottinn talaði og þá stóð hann þar. Og við sjáum að hann hefur þurft að vanda sig alveg rosalega. Það sem ég segi, það getur alveg staðið. Ef það er rétt sem ég var að segja. Drottinn getur heldur ekkert leyft sér neitt svona pælingu. Það er rétt. Hann talaði og þá stóð hann þar. Orðið segir þetta. Og þetta eru alveg svakalega öflug skilaboð til heimsins og hann getur alveg horfst í augu við sjálfan sig og sagt, ég er svo langt frá þessu. En hann getur komist nær því. Því hann hefur allt í sér eftir að trúin er komin sem að færa hann til að blína á sannleikan Jesús og trúin getur sannfært hann að þessi sem heitir Jesús þurfi ég að líkjast. Og svo getur farið að orðin mín þau standist. Er það ekki akkúrat það sem við viljum? Þannig að við erum ekki fólki sem að tölum bara út á söður að við viljum fá þetta og hitt. Svo ætlum við, þegar við erum búin að fá þetta og hitt,
að halda bara uppi okkar gamla takti. Samt erum við komin jafnvel til þess að umsnúast í lífinu. Kannski erum við komin að þennan stóðinn að því við vorum orðið þreytt á hjakkinu í gamla farinu. Jú, við erum komin og við þurfum að svona eitthvað að gera grein fyrir okkur og þá ljúgum við upp í opið geðið á fólki. Allt og mörg. Og við setjumst að. En það hefur ekkert breyst. Það er svo erfitt að átta sig á þeim sannleika að ég er að taka öll mín vandamál með mér þaðan sem ég kem. Og ef ég ger ekki neitt, eins og flestir gera ekki neitt, eftir smá tíma er allt á sama stað og hefur alltaf verið og getur eiginlega ekkert gert neitt annað. Það er engum nóg að sögla og umhverfa sínu umhverfi. Sögla og setja stað á nýjum stað, kynnast nýju fólki, því að ef þú ert ekki manneskjan sem að vill breytast innan frá út, fara gömlu brestirnir allir að stíga út einn og eftir öðrum, þangað til að þeir eru allir komnir fram. Þetta er maðurinn. Guð getur ekki heldur leyft sér þetta. Hann segir, og ég veit að þetta er rétt, ég talaði út orð og það stendur þar. Það er annað orð til yfir þetta sem er sannleikur. Það er ekki margir sem að gefa sig út fyrir það að vera sannleikans menn. Segjast auðvitað verið það. En í verki eru þeir það ekki. Og þeir láta vaða á súðum. Heitstrengingarnar alveg fram og tilbaka. En endirnar. Það eru bara svona og svona. Þessi uppgjörið þarf að fara fram í hjarta mínu og þínu og okkar hjarta. Þar verður hugarfarsbreytingin. Á meðan að hugarfarsbreytingin gerist ekki, er tómt mál að tala þetta með neinum hætti nema neikvæðum. Við erum ekki Guð. En við þurfum á Jesú að halda. Og þegar við erum komnir þangað sem Jesús er, þá getum við fara að horfa á það sem hann er að gera og sagt, vá, sá hefur aldeilis þurft að vanda sig með allt sem hann sagði. Því allt sem hann sagði og segir er meitlað í stein. Sem eyðingarmáttarins hefur ekki vald yfir. Það stendur af sér allt. Við erum nú aldeilis með sannanirnar fyrir framan okkur. Horfðu bara á Biblíuna. Yngstu ritin í Biblíunni, Nýja testamentinu, það er 2000 rúmlega ára gömul orð. Og kannski eru eldstu orð í Biblíunni 6000 ára gömul, eða Guð má vita hversu gömul þau eru. Samt tölum við ennþá þessi orð sem tæran sannleika. Þannig að við sjáum að gríðarlega vandvirkni þarf til þess að gera þetta. En við látum vaða á súðum. Segjum eitt og annað og það sem við teljum þurfa til þess að komast fyrir horn. Svo mætum við þvælinu sem við sögðum á næsta horni. Og svo framvegis. Svo erum við konur á þriðja hornið. Þá erum við bara sömu manneskjarnar við höfum alltaf verið. Kannski latar. Ótraust fólk. En svo eru sumir sem að takast á við sjálfan sig og þeir stíga út með þá ákvörðun yfir sér, ég ætla að hætta þessu. Einn og sami maðurinn getur umsnúist í hjarta sínu og hann er hættur þessu.
Og hvað gerist? Og hvað breytist? Ég fullyrði það að með þeirri ákvörðun hefur allt breyst. Ekki til verri vegar, eins og stundum heldur til betri vegar. Uppstígur gjörbreytt manneskja sem aðrir jafnir treyst á. Af hverju? Til að mynda, það hefur breyst að það sem þú segir líka stendur. Og það eru góð býti. Það eru besti býti sem hver maður getur eignast. Þú færði ekki betri býti en þessi býti fyrir sjálfan þig. Til halds og traust hefur hann sem getur ekkert gert annað en sagt það sem stendur. Man kann alveg aðferðina við að segja réttu orðin af því að hann þekkir þetta allt. Er það ekki svo, kæru vinir, við erum allt of léleg við að leita til hann sem þekkir þetta allt. Það ekki? Og við erum að gera vitleysur fram og tilbaka. Áfram. Af því að það hefur ekkert breyst. En okkur langar svo til að breytast. Er það ekki rétt? Við vildum svo að við getum breyst. Í betri átt. Orðið traustara fólk. Verið betri mæður, betri feður. Umfama börnin okkar og aliðu upp með réttum hætti. Við vildum þetta. En getum það. Því í okkur býr, sér hverju einu, svona sannleikskorn. Þetta korn þarf að fá að spíra og vaxa. Og þá förum við að líkja svo lítið Jesús, sem vandar sig við setningar. Hann veit að það sem hann segir stendur. Þetta er svakalega flott hugsun. Og þetta er það sem Biblían kennir. Þannig við sjáum að hann hefur vandað sig alveg sérstaklega þegar hann var að gera þetta allt. Af því að hann vissi að þetta stendur. Þarna sjáum við ábyrgð með stórum staf. En við viljum sum á okkur enga ábyrgð bera. Við viljum ekki einu sinni bera ábyrgð á orðunum okkar. Og jafnvel, þó var rukkuð þau, þá myndum við bara rífa kjaft. Sum. Ekkert nema undan sláttur. Svona hefur nú syndin farið með mannkyn. Syndin leikur fólk illa. Og syndin er ennþá það sem hún hefur alltaf verið. Hvar hefur hún alltaf verið? Í hjörtum hennar syndum. Þar er hún. Þar reiðrar hún sig. Þar komst hún þegar Adam gaf leyfi sitt. Já, þegar hinn gat sá sem var við skilnist þegar góðst og blekta. Hafði Adam afsökun? Enga. Hann hins vegar valdi að hlýða ekki orðum Guðs að þau, Eva er þó komin, mættu eta af öllum trjánum í garðinum. Þetta var kannski stór og mikill garður, nema einu. Og þau eta af þessu eina tré sem að þeim á bannað að eta af. Og ef þú skoðar þessa sögu, þá sérðu að þau bæði vita nákvæmlega að þetta er eitthvað sem að drottinn bannaði þeim að gera. Það kemur fram. Þannig við sjáum, þau eru án afsökunar. Og óheppið varð og orðið synd
komst inn í líf manna og syndin í raun orð yfir allt sem við vildum ekki að hefði gerst í okkar lífi. Allt. Þannig að við eigum Jesú okkar mikið að þakka að hann gerði það sem þurfti að gera, að því hann vildi hrifsa menn og konur út úr þessari synd. Af hverju? Hún eyðir, hún deyðir, hún tortímir. Hún andhverfa þess sem Jesús uppbygging og svo framvegis. Aftur sjáum við mikilvægi þess hversu rosalega hann hefur þurft að vanda sig við það sem hann var að segja og gera. Vitandi sem að þetta stæði aldir alda, alltaf. Við skiljum það betur og við skiljum miskunn Drottins betur sem að fyrirgefur okkur. Hann upptekinn við að fyrirgefa okkur. Þegar við erum ennþá á þeim stað, allt og mörg á okkur, að við erum að segja ýmislegt. Við erum jafnvel að segja ósatt bara til þess að komast á þennan stað og hinn sem okkur langar til að komast á. Þessu þurfum við að deyja. Þú kristni maður og kristna kona, deyðu þessu núna. Taktu ákvörðunum og segðu þið sjálfa þig og sjálfa, ég hættur þessu, ég vill þetta ekki. Ég get sagt ykkur það að í nokkur skipti hef ég sagt þetta við sjálfum, hei, ég vill ekki þetta. Nú hættir þetta. Ég hef séð menn hrapa af stalli sínum og draga með sér ykkur yfir fullt af fólki og sjálfum séð þetta sorgar feril hvern og eftir annan. Og ég sagði, ég vill þetta ekki sjálfur. Þessi menn fóru svona með sjálfan sig, ég get það líka, en ég sagði, ég vill það ekki. Og það gilt afstafa frammi fyrir Guði. Orðin máttu. Orð mín máttu. Orð Guðs máttu. Þau standa. Og sum orða minna standa líka. Það kemur yfir mig það sem ég talaði út. Það ekki annars þannig? Kennir ekki Biblía það? Það kemur yfir mig það sem ég talaði út og ég sagði, ég vill þetta ekki. Og það kom ekki yfir mig. Það var veggurinn sem reis. Varnar veggur. Þú getur verið þessi manneskja sem reisir upp fyrir framan þennan varnarvegg sem ekkert vont kemst yfir. Ákvörðunin þín styrkurinn við það veggjar dæmi. Það býr máttur í orðum okkar. Alveg eins og það býr máttur í orðum Jesú Krist. Þannig við ljúgum ekki framar til þess að komast þangað að hingað. Segjum bara hlutina eins og þeir eru og þú munt fá lof og virðingu annara af því sem þú sagðir. Það enginn að biðja fullkomna manneskju. En segðu allavega sannleikann. Segðu það sem satt og rétt. Mundu það. Og það gæti verið leið fyrir marga að söðla lífi sínu til betri vegar. Því að lygin, hún verður að hopa. Og þú lætur hann að hopa og enginn nema þú fyrir þitt líf. Verðum við ekki að fá bara prýðiskennslu í dag? Ég myndi segja það. Hér eitthvað sem þú veist ekkert hvað ég sé það bara á þig. Þetta svo lítið nútími. Þessi heitir SD-diskur
Og SD-diskar eru nú litlir, þunnir en mikilvægi fyrir sumt sem við erum að gera. En SD-diskur er ekki bara SD-diskur. SD-diskar hafa farið í gegnum þróun. Svo allt í einu uppgötum við það að SD-diskar búa yfir mismunandi í miklum hraða. Og allt er þetta að breytast. 4K vélarnar gefa betri birtu, en þú getur ekki notað svona disk fyrir 4K vegna þess að hann er of hægur. Þannig að þegar þú færð inn KVL, 4K-vél, og það er eitthvað að gerast, ekkert að virka almennilega, þá er næsta víst mjög líklegt að það er ekki að ganga vegna þess að diskurinn vinnur þetta ekki á réttum hraða. Kann að vera að það sé hægt að stilla vélina með þeim hætti að hún sýni þér og þú getur notað þetta, en svo getur líka verið að hún komi með skilaboð til þín að diskurinn sé of hægur og diskurinn get ekki unnið 4K myndefni. En svo veistu það, ok, ég get ekki notað 4K með þessum diski, en ég get notað hann þá í eitthvað annað. Þannig að hann er nú ekki ónýtur, þannig að við veitum það líka. En er ekki komið einhver tíma á þetta. Smá fræðsla út og suður. Það er alltaf að vera með hann út og suður. Aðalatriðið er að hún sé góð. Og þessi var held ég bara nokkuð góð. Í Jesú nafni. Konráð kveður og heldur þessu ágæta verki áfram.